Kynfruma er fruma sem getur runnið saman við aðra kynfrumu og myndað okfrumu sem verður svo að nýjum einstakling. Hjá okkur mönnunum mynda karlar kynfrumur sem við köllum sáðfrumur og konurnar kynfrumur sem við köllum egg. Þegar sáðfruma og egg renna saman verður til ný fruma sem verður síðan að nýjum einstakling ef hún er í legi þar að segja sem er tilbúið til að taka við því. Því að fóstrið þarf svo að þroskast upp. Hjá plöntum heita þetta frjókorn og egg. Þá fara frjókornin á milli blóma annaðhvort með vindi eða skordýrum. Og svona er þetta hjá öllum lífverum sem á annað borð fjölga sér með kynæxlun. En kynæxlun er fjölgun með kynfrumum þegar það kemur helmingur af erfðaefni frá öðrum einstaklingnum og hinn helmingurinn frá hinum einstaklingnum og þannig myndast blanda af foreldrunum í afkvæminu. Kynlaus æxlun er svo þegar eins og bakteríur eða frumdýr skipta sér bara. Þá verður engin blöndun á erfðaefninu og afkvæminu verða nákvæmlega eins og foreldrarnir.